Hérna erum við með gemling sem kemur ekki lambinu aftur í grind og þá málið eins og ég gera að taka lappirnar fram sem getur verið svolítið strembið en þær eru hérna. Og það vil ég nú ekki gefa sig alveg. Lambið túfur alltaf tilbaka. Hérna önnur löppin komin. Og þá nota ég hérna töfraspottana mína sem ég kalla. Set á löppina. Limbi. Og það verður að herða að. Þetta alveg sérstakir spottar í þetta sem ég bjóð til. Nú átti þetta að vera gott. Og hann hér. Og það hinn spottinn. Svona og herða að. Passa að hafa þetta hérna neðan, sjáu þið, neðan á klaufinni. Þannig að maður togar í og eftir og komið nú upp. Nú eru báðar lappirnar komnar hérna í spotta, í töfraspottana mína, eins og ég kalla þá. Nú bara að ýta lambinu inn. Nú ýti ég öllu lambinu inn, lappirnar inn fyrir grind. Fer inn með hinn spottan. Og þarf að koma þeim honum aftur fyrir hornin sem gengur nú greiðlega hérna. Svona komið aftur fyrir horn. Nú sný ég hann upp á þennan til að spottin fari nú ekki af þannig að snúringurinn fari undir hökuna á lambinu. Flott. Þetta ætti að duga. Lappirnar eru innan við grind núna, alveg. Nú toga ég hausinn og toga nefið aðeins niður og nú smellur hausinn fram í grind, aftur í grind. Ég reyna að gera þetta hratt, þetta gengur ekki alltaf svona hratt. Þarna kom önnur löppin í grindina og það þetta að hjálpa stundum með að bygglast hérna. Það geta legið undir hvor annar í kross líka. Svona, nú kom hinn, ekki, þarna. Og nú geti kindin bara haldið áfram að bera í sjálfu sér en svona til að reyna að gera langasögu stutta. Þá þetta svona, það ekki víst að þetta taka lambið alveg strax en allavega lambið komið aftur í grindina. Það verður nú skemmtilegast að geta að klára þetta núna. Já, svona greið. Já. En þetta sem sagt gildir það þegar að gemlingar eru seinir að bera og lambið bara, snoppan stendur bara upp í loftið. Það er að segja, kemst ekki í grindina. Þetta verður svona aðeins og stíft held ég að taka það núna. Þetta er leiðinlega stíft. En það kom svona, þetta er tvílembingur hjá gemlingi reyndar. Hér er ég með veturgamla, tveggja vetra segi ég, sem var geldi í fyrra. Og opbáslega hofnastórt lamb. Og þegar ég kíkti á hana þá var hausinn kominn aftur en enga lappir. En nú er ég með hérna band á hausnum. Og lappirnar eru komnar hérna aftur með bönd á þeim. Búin að setja gríðarlega góða lykkju á lappirnar, þannig að það sem ég ætla að gera er að ég ætla að ýta löppunum inn fyrir
og ná hausnum aftur í grindina og lappirnar verða eftir, svo næ ég þeim síðar. En ég búinn að reyna þetta núna í svolítinn tíma að eftir ég náði í lappirnar þá kemst bara hausinn ekki upp. En þegar ég búinn að ná hausnum, sem sagt með löppunum ennþá niður í leginu, að þegar hausinn er kominn svona aftarlega þá verður pláss fyrir lappirnar og þá ætti lambið að komast. Þannig að ég ætla að fara að eiga við þetta. Athuga hvort að hnútarnir haldi ekki örugglega á löppunum. Sjáum við aðra löppuna. Nú er ég búinn að ýta löppunum hérna niður fyrir. Þá erum við að toga í rétta bandið. Þarna kom hausinn. Og þá finnst mér eiginlega meta þannig núna að það sé bara gott að á hausnum alveg út. Svona. Og þá er eins gott að hnútarnir haldi. Þannig kemur önnur. Þannig kemur hinn. Svona hafðist þetta. Óttalega þröngreið en lambið er sprelllifandi. Og ef þetta eru gimbrar þá er lykilatriðið að smeygja hérna bandinu alveg fyrir aftan eyru. Þá skreppur það ekki af. Svo svona til gamans þá böndin eru eins og litin en munurinn á þeim er sá að líkja hérna þessu á endanum. En á hausnum er þetta bara ein stór líkja.
Við erum löppin á hvolfi. Já, það? Já. Hún á hvolfi, löppin. Æi. Sliss. Það spurning. Það svona þetta. En finnum við hausinn? Við ætla að koma alltaf á þessa löpp. Svona. Sem hausinn réttur. Það spurning hvort það sé eitthvað annan land það með. Nei, löppin, ég bara bull í mér. Löppin rétt. Já, en mér fannst þannig. Hvar hinn löppin? Það var rétt við. Nei, henni og... Þarna hún. Já. Þess að líka allt bara við útganginn. Æi. Það stað henni. Og þetta er öðruvísi. Svona. Þannig setjum við þetta upp á löppina. Þannig hvert hólpað.